Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð lífs og ljós, þú sem reistir son þinn frá dauðum, já, hjálpað okkur að syrgja eins og þau sem hafa von. Hjálpað okkur að sigrast á óttanum við dauðan í öryggri vonum upprisu og eilíft líf. Já, Drottin, lát okkur vera minnug þess að þú telur dagana okkar, svo að við megum öðlast viturt hjarta fyrir trú á Jesú Krist. Blessað okkur þessa stund í helgidómi þínum, blessaðu allar minningarnar og lát okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Hallelujah.
Í 121. Davíðssálmi standa þessi orð: Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, Drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Amen. Finnst ég varla heill, né hálfur maður, og
Við rísum á fætur og heyrum heilagt guðspjall sem stendur skráð hjá guðspjallamanninu Markúsi og hljóðar þannig í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmysl til að fara og smyrja Jesú. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar, sólar upprás, koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunanum? En þegar það líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjáið þarna staðinn þar sem að þeir lögðu hann. En farið og segið lærisveinum hans og Pétri. Hann fer á undan yður til Galileu. Þar munu þér sjá hann eins og hann sagði yður. Og þannig hljóðar guðspjallsins heilagt orð og við erum sæl þegar við heyrum Guðs orð og varðveitum það í hjörtum okkar. Amen. When I think of angels, I think of you. And your flaming red hair and the things that you do. I heard you had left. No, it couldn't be true. When I think of angels, I think of you. Godspeed to you, angel, wherever you go. Although you have left, I want you to know my heart's full of sorrow. I won't let it show. I see you again when it's my time to go. When I think of angels, I think of you. And your flaming red hair and the things that you do. I heard you had left. No, it couldn't be true. When I think of angels, I think of you. When I think of angels, I think of you. Lífið breytingum háð. Allt breytist, náttúran eftir árstíðum. Hver dagur felur ávallt í sér eitthvað nýtt og annað. Nýjar manneskjur fæðast í heiminn eða verða á vegi okkar.
og fólk sem við höfum haft hjá okkur og við höfum verið samferða, jafnvel allt okkar líf hverfur á braut. Þannig er tilveran sem undarlegt ferðalag og við erum víst gestir og hótel okkar jörðin, eins og segir í kvæðinu kunna. Og frammi fyrir þessu öllu stöndum við og þurfum að horfast í augu við margvíslega leyndardóma, þar sem að gildi á borð við trú, von og kærleika geta nýst og stutt við. Fátt hefur reyndar breytt heiminum og heimsmyndinni eins mikið og sá atburður sem þið heyrðu lesin upp úr Biblíunni hér áðan. Tóm gröf Jesú, Jesús upprisinn og krosstáknið sem áður var tákn fyrir pyntingar og aftökur, orðið að tákni eilífðarvonar, sem gerur okkur kleift að horfa fram á við í sorginni og í söknuðinum. Skáldið Valdimar Lárusson tjáir eilífðarvonina fallega í eftirfarandi versi: þó dökkni og dimmi yfir og dagsins lokið önn, sú vissa að látin lifir er ljúf og sterk og sönn. Hún er það ljós sem lifir og lýsir myrkan veg, hún ljómar öllu yfir, svo örugg, dásamleg. Og hér erum við, lifandi frammi fyrir dauðanum. Og veltum því öllu fyrir okkur leið og við rifjum upp lífslaup Rabs Konráðssonar, eða Rabba eins og hann var jafnan kallaður, og gat þess vegna hljóðbreyst hjá sumum í Rebba. Rabb kippti sér þó ekki upp við það eins og annað enda með afbrigðum yfirvegaður maður, rólyndur og jafnlyndur, og seint verður sagt að hann hafi nú talað af sér. Hann var alla jafna íhugull og fámáll eftir því, gat verið glettinn, greina mátti kímið glit í auga, en þó skal því nú haldið til haga að hann tjáði sig sannarlega þegar þess þurfti og það með margvíslegum hætti, þannig að allt vekur það upp kærar minningar og þakklæti hjá ástvinum og samferðafólki þegar að litið er yfir farin veg á kveðjustund. Og talandi þakklætið, sem er jú minning hjartans, að þá er fyrir svo ótalmargt að þakka þegar að manns eins og Rabs er minnst, ekki einvörðungu fyrir persónu hans, eljusemi, heiðarleika og ræktarsemi, heldur ber líka þakka fyrir það að hafa yfir höfuð fengið að kynnast honum á lífsgöngunni. Þú mátt þakka fyrir tímann sem þú fékkst með honum. Þakka fyrir að hann þurfti ekki að missa þig. Þakka fyrir að hann sem manneskja vakti hjá þér tilfinningar væntumþykju, þannig að þú finnir til sorgar þegar hann er farinn. Og þá þökkum við sömuleiðis á stundum sem þessum fyrir lífið sem er svo ótrúlega dýrmætt, já fyrir sérhvert andartak. Þrátt fyrir að Rabba hafi ekki borið gæfa til að eignast lífsförunaut eða börn, að þá var hann engu að síður gæfumaður. Hann eignaðist nefnilega góða og umvefjandi stórfjölskyldu og sýndi það, svo ekki var villst, að hann var sannarlega þakklátur fyrir hana. Hann átti gullkorn sem hann skóp sjálfur þegar hann var inntur eftir því hvers vegna hann hefði ekki náð sér í konu. Og það var svona: þær sem vildu mig, vildi ég ekki. Og þær sem ég vildu mig ekki. Og þannig var það afgreitt og lífið hélt áfram.
Það hins vegar þannig að Rabbi lætur eftir sig fjöldan allan af afa- og langafabörnum sem fá að standa innan gæsalappa, því hlutverk hans sem frændi varð veigameira en gerist oft og gengur og við komum aftur að síðar. Ævin hófst í Reykjavík. Foreldrar hans voru þau Sigríður Jónsdóttir frá Einlandi í Grindavík og Konráð Árnason frá Hrauni í Grindavík. Sómahjón sem fengu 8 börn í fangið og Rabbi var yngstur þeirra. Hinn voru í aldursröð Guðbjörg sem lést í frumbensku, Ásta Halldóra, Árni Jón, Sigríður Þóra, Jóhanna, Eggert og Ásdís Guðbjörg. Og uppeldi systkini átti Rabbi sem voru þau Sigurður Konráð og Ásta Jóhanna. Og öll eru systkini nú látin, nema Ásta Jóhanna og Ásdís Guðbjörg, en Ásdís vill koma á framfæri sérstöku þakklæti og þá ekki hvað síst fyrir það hversu natin og góður hann Rabbi var við börnin hennar. Systkinahópurinn ólst upp á Bergþórugötunni í íbúð þar sem kærleikur og umhyggja stækkaði annars þröngt rýmið til muna. Ekki nóg með það, heldur var jafnan opið hús á æskuheimili Rabba og gestkvæmt. Kostgangarar fengu þar til að mynda næturgistingu og öllum þannig tekið með kostum og kynjum. Þrátt fyrir langa vinnudaga foreldrana fékk barnahópurinn ávallt kvöldsögu úr þjóðsögum eða grímsævintýrum. Þau hjón Sigríður og Konráð voru elska bókum og það skilaði sér til barnanna og Rabbi og bókin ávallt samferða. Æskufjörið fékk góða útrás þarna í Austurbænum, Sundhöllin á næsta horni og Austurbæjar barnaskólinn við dyrnar, ósjaldan farið í leiki á borð við skólan og í stórfiskaleik og stangastökkið alltaf vinsælt, en síðan hurfu allir inn þegar að lestur á börsinni hófst í útvarpinu. Já, útvarpi laðaði að líka. En lífið var ekki bara leikur. Eftir að hafa fengið sem ungur sveit góða reynslu af sveitastörfum á Starralæk á Suðurlandi, hélt Rabbi á sjóinn, 16 ára gamall. Systkinin á Bergþórugötunni hleyptu ung heimdraganum til að sjá fyrir sér og skapa sér sjálfstæða tilveru. Sjómennskan var ævistarf Rabba og hann var farsæll á sjónum, vel liðinn hvar sem hann sigldi út höfin blá. Hann byrjaði á togurum en hóf síðan störf hjá ríkiskipum, fyrst á skipinu Herjólfi og síðan á strandferðaskipum eins og Heklu og Esju. Skipsfélaga Rabba minnast hann sem trausts vinar og félaga og sem góðrar mannesku og öflugs sjómanns. Bróðir Rabba Eggert og kona hans Elsa Haraldsdóttir byggðu sjálf og með aðstoð vina og ættingja Hjallabrekku 24 í Kópavogi. Til þeirra flutti Rabbi ungur sjómaður og hjá þeim leið honum vel. Þar vildi hann búa og þaðan fór hann ekki fyrr en yfir lauk. Hér á undan var talað afa og langafabörn Rabba en þar vísað til afkomenda Eggerts og Elsu, því Rabbi var það samofinn tilvist fjölskyldunar að á hann var litið sem miklu nánari ástvin en bara föðurbróður eða frænda. Börn Eggerts og Elsu, þau Erna, Haraldur og Elsa Þóra og fjölskyldur þeirra þekkja því lífsins siglingu ekki öðruvísi en með Rabba innanborðs. Bernskuminningar þeirra eru bjartar, þar sem farið var meðal annars í búðarferð með Rabba. Í slíkum gönguferðum passaði barnshöndin ekki inn í stórar hendur frænda, þannig að hún hélt þá í litla fingur hans sem var meir en handfylli og iðulega var uppskeraferðarinnar ís eða önnur sætindi. Og
Og svo komu páskar. Og þá var Rabbi búinn að kaupa páskaegg handa öllum börnunum í fjölskyldunni, stærsta eggið hjá Nóa og Sirius, og þannig var það alla tíð. Hann sá bara það og jók það sannarlega svip þekkrar páska og súkkulaði hátíðar. Hann var að hlusta á alla mögulega tónlist, var alæta. Dægurlögin voru þó fyrirferðarmeiri en önnur og hann átti góðar græjur til að taka lögin upp eins og gert var hér áður og ung forvitin eyru voru ævilega spennt að fá að leggja við hlustir þegar Rabbi kom í land og allt fór í gang. Og bíltúrarnir voru sömuleiðis ævintýri og ekkert slor að setjast upp í Lötu Station hér áður, síðar Volvo og aka á þeim drossíum bæinn. Þetta var farsæl sambúð í Hjallabrekkunni og traust vinátta. Rabbi hafði búið í nærri 60 ár hjá þeim hjónum, Eggert og Elsu, og þau því farin að þekkja vel inn á hvert annað. Og þegar minnst á Volvo, þá voru þeir bræðurnir áhugasamir uppboðin í tollhúsinu, fóru gjarnan þangað saman og buðu í gamla Volvo-bíla sem höfðu áður þjónað lögum og reglum í landinu og því talsvert mikið eknir við margs konar aðstæður. Og þeir dunduðu sér við að gera bifreiðunum til góða og oft var rýmið í bílskúrnum orðið heldur takmarkað vegna alls þess nýtilega sem þeir bræður fundu á þessum uppboðum. Hún Elsa fékkst við astmasjúkdóm og var einn af stofnefndum astma- og ofnæmisfélagsins, virk félagskona þar í mörg ár. Og hún átti því lánið að fagna að komast heilsu sinna vegna endrum og sinnum í sólina við suðrænan sæ og þá fór Rabbi með þeim hjónum. Urðu þar til mjög góðar og sólríkar minningar. Og hann var þeim hjónum stoð og styrkur í veikindum þeirra. Þá sá hann meðal annars matseld á heimilinu, en hann var góður kokkur og áhugasamur eldamennsku og mat. Fiskur var alveg í sérflokki hjá sjómanninum. Rabbi misti móður sína ungur og var þá að bjarga sér í eldhúsinu og sjálfur minntist hann ósjaldan á það þegar honum var hrósað fyrir matinn. Og matur var sannarlega stundvíslega, klukkan 12 og klukkan 18:00 í Hjallabrekkunni og undir ómaði fréttalesturinn í útvarpinu. Haraldur festi kaup á húsi foreldra sinna í Hjallabrekku og Rabbi fylgdi með, eins og sagt svona í hálfkæringi. En það var bæði fyrir Rabba og Harald og fjölskyldu hans gleði og gæfa, enda ljúflyndi frænda öllum kunnugt. Hann hætti á sjónum 60 og fór þá að gefa áhugamálum sínum frekar í gaum. Hann fékkst við ljósmyndun, átti í því sambandi góð tæki, myndavélar og myndbandsupptökuvélar. Hann ók víða land, tók þá gjarnan myndir af kirkjubyggingum og eftir hann liggur safn ljósmynda af öllum kirkjum landsins. Hvað svo sem hefur farið í gegnum huga hans við þá iðju og áhuga skal ósagt látið, en eitt víst að kirkjubyggingar eru æðimargar og mismunandi að gerð og lögun sem vissulega áhugavert viðfangsefni fyrir næmt auga ljósmyndarans. Þá sameinast jafnframt kirkjubyggingin og líf og lífstarf Rabba í hinu svokallaða kirkjuskipi sem verkist í ólgusjó lífsins og þar má taka undir eftirfarandi orð sálmaskáldsins sem sungin hafa verið til að mynda á sjálfan sjómannadaginn. Stýr mínu fari heilu heim í höfn á friðalandi, þar mig í þinni gæslu geim, ó Guð minn allsvaldandi. Hann Rabn var íhugull maður sem fyrr hefur verið greint frá. Hann var skarpur
fjölvitur á þann hátt að hann var forvitin margt og kynnti sér vel. Hann var glúrin í stærðfræði, reikningshaus myndi einhver segja, setti sig vel inn í kjarasamninga og var tíma í stjórn sjómannafélagsins hér á árum áður. Ættfræði áhugi fangaði hann með árunum, enda það í raun og sanni áhugavert viðfangsefni á jafn fámennu landi og Íslandi. Og þannig var Íslendingabók ein af eftirlætisbókum Rabba. Hann gaf sér góðan tíma í ættfræðigrúskið og leiddist það ekki þegar tengdabörn voru kynnt til sögunar í fjölskyldunni, að þá var hann þegar horfinn inn í heim Íslendingabókar og gat síðan greint öllu nánar frá því hverra manna hinn nýji fjölskyldumeðlimur var fremur en meðlimurinn sjálfur. Þegar Rabbi varð 70, þá gaf fjölskyldan honum tölvu að gjöf. Menn voru farnir að undrast hversu fljótur hann var að tileinka sér þann undra heim sem tölvan geymir. Uns upp komst að hann hafði einn og sjálfur pantað sér viðeigandi námskeið og sótti það mikilli einurð án þess að hafa hátt það. Það var nú einmitt hans helsta einkenni, að síst hefði hann staðið á torgi miðju og gert heyrinn kunnugt með fyrirgangi fyrirætlanir sínar, vangaveltur, væntingar, hvað þá afrek. Hljótt við ströndu hjalar sær, hnýin sól til viðar, andar mildur aftanblær, áin kyrrlát niðar. Rafn Konráðsson genginn inn í eilífðina. Hinsta kveðja hjartans þökk. Við sólar upprás komu konurnar að gröfinni forðum, en Jesús var ekki þar. Eftir það hefur svo margt breyst, heimsmynd og lífssýn, og eftir það höfum við mátt trúa því að dauðinn sé ekki endir alls. Við tóma gröf vaknar vonin og ávallt og iðulega þegar við komum saman í kirkjunni, hvort sem til að gleðjast eða syrgja, þá skapast þar samfélag sem skýlur okkur, ýtir við tilfinningum okkar, opnar á tilvistarspurningar. Já, þar höfum við samfélag vonar og trúar og huggunar og síðast en ekki síst samfélag kærleikans sem fellur aldrei úr gildi. Já, Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir drottinn Jesú Krist. Amen.
hefði sjórinn tekið manninn henni frá. Þetta stelpan sem starir á hafið, stjör með augum margt. Hún stendur öll kvöld og starir á hafið, stóri, dálítið þöggt. Þessi starandi augu, haustgræn sem hafið, ég horfði ofan í djúpið eitt kvöld. Þau spegluðu eitthvað sem aðeins hafði skildi, hangur var tælandi og köld. Upp á hamrinum stóð hún og starði yfir fjörðinn, stundum kraup hún hvönninni í. Þar teygað hún vindinn og vítt augun grétu, meðan honum hvarf henni á ný. Þetta stelpan sem starir á hafið, stjör með augum margt. Hún stendur öll kvöld og starir á hafið, stóri, dálítið þöggt. Þetta sumar var fallegt, ég fékk nóg að vinna. Það fiskaðist og tíðin var góð. En ég stóð og hugsað og starði út gluggann, stelpuna sem var talin nóg. Eina nótt hrökk ég upp í skelfing og skildi hvað skreið í hjarta mér. Það sem virtist vera í fyrstu bara forvitni hjartans hafði fundið ástina hér. Í stelpu sem starir á hafið, stjör með augum margt. Hún stendur öll kvöld og starir á hafið, stóri, dálítið þöggt. Daginn eftir fór ég með fyrsta bílnum sem flutti mig suður á leið. Ég leit aldrei til baka, ég bölvaði í hljóði og í brjóstinu var eitthvað sem sveið. En ég las það í blaðinu að bátur hefði farist, þá birtist mynd í huga mér. Þar sem hún stendur og starir á hafið, starir þar til birtu fer. Ég man stelpuna sem starði á hafið, stjör með augum margt. Hún stóð eitt kvöld og starði á hafið, stóri, dálítið þöggt. Ég man stelpuna sem starði á hafið, stjör með augum margt. Hún stóð öll kvöld og starði á hafið, stóri, dálítið þöggt. Drottinn, miskunna þú oss, Kristur, miskunna þú oss. Drottinn,
miskunna þú oss. Við þökkum þér, Guð, fyrir ljósið sem við okkur skín frá Jesú Kristi og orði hans og boðskap. Veit okkur náð til þess að meðtaka hann í hug og hjarta, stefna eftir honum í tímans straumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu hans í himnesku kærleiksríki þínu. Og við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Rafn Konráðsson frá þrautum og veitt honum hvíld. Viltu vera náðugur þeim sem líf hans var tengt ástúðarböndum. Og viltu helga og blessa allar kærar minningar þeirra og varðveit þau á vegum þínum. Já, heyr þær bænir og allar bænir felum við í þeirri bæn sem þú kendir okkur og við byggjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Englarnir
Lofaður sé Guð og Faðir drottins Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Já, minnumst orða Jesú hann sagði, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Ég lifi og þér munuð lifa. Rafn Konráðsson, af jörðu ert þú komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upp rísa. Drottinn Guð gef dánum ró, en þeim líkn lifa í Jesú nafni. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs föður, Sonar og heilags anda. Amen.
Fjölskyldan þakkar fyrir auðsýnda samúð og hlýhug og vegna aðstæðna í þjóðfélaginu getum við nú ekki drukkið kaffi saman eftir athöfn. Jarðsett verður hér í Fossvogi og við förum í friði Drottins. Amen.
Here